Góðan daginn bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, forstöðumaður stjórnsýslu og upplýsingamála sem hér eru samankomin í fundasal á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar. Gott að sjá ykkur öll eftir sumarleyfi bæjarstjórnar. Ég býð ykkur hér velkomin á 357. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar, segi hann setta. Fundurinn er tekin upp og streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég ætla hérna í byrjun fundar að óska eftir afbrigðum frá boðaðri dagskrá til að taka inn liðina af fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 32, breytingar á deiliskipulagi Mjóeyrarhafnar og þinglýsing eignarheimilda Breiðdalshrepps, Stöðvarhrepps og Austurbyggðar. Ef enginn hreyfa við því andmælum. Svo virðist ekki vera og því er dagskrá fundarins í dag eftirfarandi. Fundargerðir bæjarráðs nr. 804, 805, 806 og 807 sem koma hér inn til kynningar og svo umfjöllunar saman ef enginn hreyfa við því andmælum. Svo virðist ekki vera fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 32, breytingar á deiliskipulagi Mjóeyrarhafnar, þinglýsing eignarheimilda Breiðdalshrepps, Stöðvarhrepps og Austurbyggðar. Og þá bara göngum við til dagskrár og fyrsti dagskrárliður eru þá fundargerðir bæjarráðs nr. 804, 5, 6 og 7 og orðið er laust þessa fundargerðir. Það eru engin að biðja orðið og þá, vegna þess að þær eru hér til kynningar, þá förum við bara beint í næsta lið sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 32 og orðið er laust þá fundargerð. Það eru engin að biðja orðið og þá ætla ég að bera fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 32 upp til samþykktar. Þau sem hann að samþykkja vinsamlegast gefa merki. Fundargerðin er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá förum við í næsta lið sem er breyting á deiliskipulagi Mjóeyrarhafnar en hér kemur frá umhverfis- og skipulagsnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar breyting á deiliskipulagi Mjóeyrarhafnar. En við yfirferð skipulagsstofnunar samkvæmt 42. grein skipulagslaga kom fram athugasemdir sem brugðist hefur verið við og hefur umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkt þessar breytingar og vísar þeim hér til staðfestingar bæjarstjórnar. Orðið er laust þennan lið. Það eru engin að biðja orðið og þá ætla ég að bera upp breytingar á deiliskipulagi Mjóeyrarhafnar upp til samþykktar bæjarstjórnar. Þau sem þær samþykkja vinsamlegast gefa merki. Breytingar á deiliskipulagi Mjóeyrarhafnar eru samþykktar með 9 atkvæðum. Og þá erum við komin hér í liðin þinglýsing eignarheimilda Breiðdalshrepps, Stöðvarhrepps og Austurbyggðar og hér liggur fyrir fundinum yfirlýsing eignir sem áður voru í eigu Stöðvarhrepps, Austurbyggðar og Breiðdalshrepps en áttu að verða eignir Fjarðabyggðar við sameiningu sveitarfélaga. En það hafði láðst að ganga frá þinglýsingu þess. Og þessi yfirlýsing er hér til umfjöllunar og síðan í lok fundar munu bæjarfulltrúar rita undir þessa yfirlýsingu. Orðið er laust þessa yfirlýsingu. Sýnist enginn vera að biðja orðið og þá erum við komin á enda dagskrárinnar í dag. Takk ykkur fyrir fundasettuna. Það verður boðað til næsta bæjarstjórnarfundar þann 7. september með dagskrá. Segi fundi slitið.